Óskar, bara mjög samfærandi sigur gegn Val hérna í Mjólkurbikarnum. Það rétt myndi? Mjög samfærandi? Já, ég held að sé nú alveg hægt að segja það. Þú veist, við reyfum hérna lögum og lofum í fyrstu 60 mínúturnar og svo svona, þú veist, náðu þeir, þú veist, Valur er þetta gott lið með frábæra fótboltamenn og þú veist, þeir ná mómentinu og við verðum einhvern veginn svona það leggst yfir okkur einhver hræðsla sem að er eitthvað bara samt, þú veist, holdt að finna. Það við hefum ekki fundið hann áður í vetur og ég held að sé gott, þú veist, fyrir tímabilið að bara hafa lent í þessum leik sem var einhvern veginn svona svolítið rafmagnað, þú veist, hvernig er næsta markinu. Það var svolítið tilfinningi sem ég var með á hliðarlínunni, ég veit ekki hvort það var einhver annar sem fann fyrir henni en ég fann allavega svona, þú veist, wow, ef þeir, þú veist, ef þeir minnka munin í 4-3, þú veist, geta þeir, þú veist, fer það allt í háa loft bara og þannig að mér fannst þeir standa vel á okkur, þeir sköpuðu sér ekki mikið af færum og þannig að ég fer sáttur á kottan í kvöld. Þessar fyrstu 60 mínútur eins og þú segir, bara mjög góður. Já, og bara svona kannski, þú veist, framhald af spilamönskum sem hefur verið í vetur. Þú veist að því að maður rennur oft blind í sjóin með hérna, munin á undirbúningstímabili og svo þegar alvaran byrjar að þá er ekki, þú veist, þá getur maður ekki gengið út á þessi vísu að það sé bara allt eins vegna þess að umgjörðin er meiri, spennan er meiri, firingurinn er meiri, það er meiri pressa, þú veist, það er meiri umfjöllun, þetta er allt miklu stærra og þá er spurning hvernig menn, þú veist, bregðast við þeim öllu því auka áreiti sem að kemur á þá þegar að út í hinn á svoköldu alvöru er komið og mér fannst menn svara því vel því að og ég, þú veist, maður segir það, auðvitað kannski væri maður með aðra skoðun ef úrslitin og leikurinn hefur kannski verið öðruvísi en ég held að séu forréttindi að hafa fengið alvöru leik svona rétt fyrir mót. Ég held að þú veist, þá þarftu bara að gíra þig upp, þá ertu ekkert að bíða til 12. apríl, þá bara tímabilið byrjaði í dag. Þannig að, þú veist, næsta vika verður svona, þú veist, verður öðruvís, það verður meira, held ég, meiri einhvern veginn svona, þú veist, það verður meiri alvara, held ég, betri fókus, svona meiri skerpa á æfingunum. Þannig að ég er bara sáttur. Kemur upp atvikið í leiknum sem Arnar fer í Tryggva Hrafn. Hvernig svona varstu hræddur hann yrði rekinn af velli þar? Já, þetta hefur maður alltaf áhyggjur. Þú veist, fyrir mér þá var þetta ekki rautt. Fyrir mér fannst mér að Arnar bara taka boltann og aukaspyrna á Tryggva ef eitthvað var. En ég er auðvitað með Kári gleraugu, svo sjá valsmennir væntanlega á annan hátt. Þetta er Magg, ég átti gott spjall við hann hérna í settinu á bikarmörkum. Hann vildi rautt og þú veist, mér fannst það ekki, þú veist, Arnar stendur hátt og það er auðvitað bara, þú veist, okkar hugmyndafræði sem að gera verkum að hann stendur svona hátt og sáum það að hann nótti hreinsaði upp hérna 4-5 skalla og þú veist, gerði það frábærlega og svo þarna, þú veist, var þetta, það var örugglega tæpur en hann var tórt á sjónvarpinu þá finnst mér hann var í boltann og Tryggvi lendir á honum. Þannig að, en auðvitað, þú veist, þegar í mómentinu þá, þú veist, þá hugsar alltaf, þú veist, hvor var undan, hver tók hvern. Þannig að, en Ívar, hann gerði vel. Þrjár frammistöður núna gegn Stjörnunni, Blikum og núna Val. Hvernig svona þurfa að hafa eitthvað sérstakt í huga eins og nefnir til þess að færa þetta yfir í bestu deildina? Já, það sem við þurfum að gera, við þurfum að halda orkustiginu háu. Við þurfum að vera fullhlaðnir af orku þegar við mætum með leikina. Vegna þess að þar liggur lykillinn að frammistöðum okkar og það hefur bara sýnt sig að þegar að varnarleikurinn á vallarleikja andstæðinganna er góður, þegar við erum snöggir til þegar við töpum boltanum að vinna hann aftur eða setja mennindi þannig pressa þeir geta ekki einhvern veginn bara teikna boltan inn fyrir vörðin okkar, þá erum við góðir og þegar að það er í lagi að þá hefur sóknarleikurinn einhvern veginn tilhneigingu til þess að fylgja eftir, þá verður hann skarpari, hann verður fljótari, menn verður fljótari að spila í færri snertingum, hreyfa sér hraðar og er einhvern veginn meira, það er bara meira á tánum.
Þannig að við þurfum bara fyrst og síðast að passa þá. Orkustigið sé hátt, mjög hátt, gjörsamlega í hæstu hæð. Sigurður Breki utan hóps auðvitað fekk heilarhristing. Hver bara staðan á hún? Við vonum að hann geti byrjað að skokka á morgun. Hann hefur tekið stórstígum framförum dag frá degi, en hann kom ekki góður frá Ítalíu. Þannig að við bindum vonir við að ef hann tekur vel við og ekkert bakslag kemur, að þá verður hann klár í leikinn á móti Keflavík. En það er alveg ljóst að við erum ekki að fara að taka neinar áhættur með leikmann eins og hann. Hann er það mikilvægur að við getum ekki fórnað skammtíma hagsmunum fyrir langtíma hagsmuni. Þannig að við erum bara að bíða og sjá, en allavega hefur þetta verið dag frá degi núna að lagast og sjá hvernig hann bregðast við skokki á morgun. Einhverju fleiri á meiðslalistanum sem við erum að glemma? Hjalti meiddist á öxl á móti Skaganum út á Spáni, út á Tenerife, og alltaf ekki svona fjórar vikur í hann. Biggi er að koma tilbaka eftir tóknun og læri, er að fara í myndatöku í næstu viku, þar sem kemur í ljós hver næstu skref hjá hann verða, hvort þið getur byrjað bara að æfa á fullu með okkur. Hann er vonandi ekki langt í hann, og Gyrðir fékk putta í augað og saumaður og er byrjað að æfa á morgun, en annars held ég að við séum bara með þokkalegasta móti. Takk hérlega, Óskar.